dagur í bílalakki. Komið sæl, við sjáum þessa fallegu tunglmynd sem var tekin af landinu rétt fyrir hádegi í dag. Þarna var seinni spurningan á Reykjanesi ekki búin að opnast og sést ekkert af henni á þessu korti. En við sjáum þarna hafísinn við Skorrisbysund og það var heiðskýrt víðast hvar á landinu. En þegar leið á daginn þá gekk þessi bakki vestur af landinu yfir vestanvert landið og þar fór að snjóa. En það er útlit fyrir að verði svona hægbreytilega átt kannski næstu sólarhringinn og við sjáum að það er hæð hér langt suður í hafi. Það myndast lítið lægðadrag yfir landinu sem að verði nú til þess að vindáttin er ekki alveg bara norðurlæg en það kemur norðanátt aftur á miðvikudag með þessari lægð sem að gengur þann til austurs með úrkomu víða land og það er ennþá fremur svalt í veðri. Við sjáum að hitakortinu að við erum í heimskautaloftinu en sem komið það hrekst þó að mestuleyti til austurs á morgun en svo fáum við nýja bylgju af köldu lofti hérna yfir og það er svo sem ekki að sjá fyrir mögulega undir næstu helgi að við fáum eitthvað hlýrra loft yfir landið. En í fyrramálið útlit fyrir bjartviðri víðast hvar á landinu, hæga breytilega átt og frost í öllum landshlutum og það breytist nú ekki mikið. Þegar líða tekur daginn, það kannski hlánar við suðurströndina einna helst en annars staðar verður frost á landinu. Það má alveg búast við því að verði talsvert frost svona yfir nóttina sérstaklega þar sem að er hægviðri og bjartviðri en á miðvikudaginn þá sem sagt er þetta lægðadrag komið inn yfir land og það hvessir af austri eða suðaustri. Það verður líklega slydda eða snjókoma á láglendi suðvestanlands en snjókoma í öðrum landshlutum, mest líklega á Suðurlandi og vestan til en einnig líka norðaustanlands. Það dregur aðeins úr ofankomunni á fimmtudaginn þá hins vegar myndast ansi myndalegur norðan strengur yfir austanverðu landinu. Það er viðbúið að verði bálkvast aðfaranótt fimmtudags á austanverðu landinu en drægi smám saman úr og þegar þetta kort er í gildi klukkan 15 og þá svona verður mesti strengurinn komin austur eftir en þau sem heikja ferðalög núna seinnipart vikunar ættu kannski að fylgjast vel með hvernig þessi spá þróast en það er sem sagt áfram mjög svalt í veðri. Á föstudaga þá er þessi þessi norðanstrengur afsakið á austanverðu landinu úr sögunni. Það er aftur komið þessi hæga vestlæga eða breytilega átt, bjartviðri í flestum landshlutum og frost en það má sem sagt búast við því að það hlýni mögulega eitthvað næstu helgi. En við getum þá brugðið okkur aðeins til Skandinavíu. Það er lægð sem að ræður öllu í veðrinu, norðanátt og kuldi þar slóðir líka. Það er svipað sög að segja bæði af Norður-Evrópu og eins af Englandi og síðan þurfum við að fara dálítið langt suður til þess að finna hitastig sem að fer eitthvað yfir 10 gráðurnar en leið og við erum komin á Íberíuskagann þá þetta hlýnar allhratt 20-21 gráða og það er svipaða sög að segja veðri á Tenerife. Í Bandaríkjunum að þá er nú komið vor svona á suður sléttunar en það er ennþá einhver slydda eða rigning til dæmis við Klettafjöllin þó að voru sér nú svona aðeins að láta sér kræla þar líka. Kalt í Utah en við vesturströndina er þurrt og bjart og örugglega fínasta veður. En það er sem sagt hægbreytileg átt í kortunum hjá okkur á morgun, kalt í veðri og síðan breytist í hvassa austanátt með úrkomu á miðvikudag og hvassa norðanátt austan til á fimmtudag. Verið sæl.